minna okkur á að jörðin heimili okkar. Kirkjuklukkurnar hringja til varnar lífinu. Jörðin í háska stödd. Allt sem við viljum af henni njóta skulum við henni gjöra. Já, kirkjuklukkurnar hringja í þökk fyrir lífið, því fögur foldin, heimili okkar. Góð hún börnum sínum og takmarkalaus útsýnin mót ómælistjúpum himingeimsins. Og ég heilsa ykkur öllum í Drottins nafni. Nú ég búinn að færa mig úr Bjarnaneskirkju, þar sem ég var með bænastund síðast, og nú staddur í Stafellskirkju í Lóni. En fyrir 2 árum var þessi kirkja að halda og fagna upp á 150 ára vígsluafmælið sitt og var það mikil hátíð. Nú, þegar ég eflaust eftir að heyra hérna og vonandi, eftir að heyra í Hana-gala, því að þetta gerist ekki heimilislegra en hérna í Stafafelli. Hann búinn að vera hérna gólandi síðan að ég kom. Var alveg hreint dásamlegt. Og fuglasöngurinn, þetta allt saman yndislegt hérna. Það svo gott að vera hérna í Stafafelli og það hugsa margir hlýtt til þessari kirkju og líta á hana sem sína heimakirkju. En það gott að finna sólina skella á okkur, að vorið sé komið og sumarið sé að nálgast. Á mánudaginn verður byrjað að rýnka þau höft sem hafa verið undanfarnar vikur og það merki að veiran sé á undanhaldi, en þó hún sé í rénun, þá eftirköst hennar gríðarleg. Við hér í sýslunni höfum aldeilis fundið fyrir því, en fram kom í frétt Ríkisútvarpsins að 1/4 íbúa hér fái hlutabætur eða hafa mist vinnuna. Hugur minn hjá þessu fólki á þessu miklu óvissu tímum, en það margir sem byggja lífsviðurværi sitt á ferðamennsku sem hefur algjörlega hrunið til grunna eftir að veiran náði flugi út allan heim. Þessi mikla óvissa með vinnu og þá leið tekjur fyrir heimilið getur reynst mörgum erfitt. Og því skulum við vera vakandi fyrir náunga okkar og aðstoða ef þess þarf. Aðstoðin getur bara falist í símtali, hughreysingu. En það einnig hægt að hafa samband við mig sem prest, nú eða heilbrigðisstarfsfólk, ef fólk treystir sér ekki í að aðstoða beint. Við skulum passa okkur að horfa ekki framhjá, þykjast ekki sjá. Því það á svona stundum sem við þurfum að standa saman. Samfélag eins og við í þessari sýslu, sem fámennt, hefur gríðarlega kosti, því að fámennið þjappar okkur saman og gerir okkur stórri fjölskyldu, ef það mætti orða það þannig. Við getum ekki, megum ekki og eigum ekki að horfa framhjá þeim sem líður illa. Við eigum ekki að vera með einhverjar afsakanir við okkur sjálf að við getum ekki gert neitt. Þetta minnir mig svolítið á söguna miskunnsama samveran. Miskunnsami samverinn kom manni til bjargar sem hafði verið rændur, átti engan pening og lá í götunni algjörlega ósjálfbjarga. Samverinn hugsaði sig ekki tvisvar og aðstoðaði manninn. Hann batt sár hans og kom honum til bjargar. Það skipti hann engu máli hver maðurinn var. Hann var hjálparþurfi og því aðstoðaði samverinn. Þetta náunga kærleikur í sinni hreinustu mynd. Samverinn leit á manninn sem náunga þó þau þekktust ekki neitt. Hann bað ekki neitt í staðinn,
heldur gerði hann þetta alltaf kærleika og án allra skilyrða. Þetta eigum við að gera og þannig eigum við að vera, sér í lagi á tímum sem þessum. Verum miskunnsami samverin í okkar samfélagi. Nú áður en ég ætla að fara með nokkrar bænir, það langar mig að minnast á fermingarnar. En vegna ástandsins hefur þurft að fresta öllum fermingum og munu þær fara fram núna í haust. Það þýðir hins vegar ekki að það sé að fara að huga fermingum næsta árs. Undanfarna daga hafa borist umslög inn lúgur væntanlegra fermingabarna næsta árs og í umslaginu að finna stór skemmtilega boli og þetta ný leið til að vekja athygli á fermingunni. Og bolurinn hann stór og mér langar að sýna ykkur hann hérna. Þetta afskaplega skemmtilega bolur. Hann svolítið stór, sér í lagi á krakka sem hafa ekki ennþá verið fermd, svona flest allavega. En hann hafður þetta stór, vísvitandi. En flíkin hefur verið kölluð skírnarkjólsbolur eða uppfærður skírnarkjóll. Væntanleg fermingabörn hafa nú vaxið upp úr skírnarkjólunum sínum og nú skulu þau vaxa í þennan ból. Og það von mín að ég sjái sem flest fermingabörn í þessum bólum á næstunni, þrátt fyrir stærðina. En mig langar að fara með nokkrar bænir fyrir ykkur, gerum það saman og lesa ritningalestra og endilega takið undir í þeim bænum sem þið kunnið. En annars skuluð þið bara koma ykkur fyrir og njóta stundarinnar. En við ætlum að hefja stundina með því að taka hana frá fyrir okkur og Guð, með því að signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Mig langar að biðja með orðum séra Kristjáns Vals Ingólfssonar. Drottinn Jesús Kristur, þú ert góði hirðirinn sem leiðir okkur á þínum vegum og lætur okkur ekkert skorta. Þú yfirgefur okkur aldrei. Þú ert hjá okkur allan æviveginn, frá vöggu til grafar, þegar við fæðumst og þegar við deyjum. Við biðjum þig, halt þú utan okkur, hjörðina þína, eins og góður hirðir. Haltu áfram að leita að þeim týndu og safna þeim saman sem villast frá og vernda þú þau sérstaklega sem eru ekki af þínu sauðahúsi eða eru ekki kunnugt það. Gakk í veg fyrir þau sem eins og blóðþyrstir úlfar ráðast á hjörðina, meiða og deyða eða snú þeim frá og gef líf og lækningu hinum særða og meidda, þú sem lifir og ríkir að eilífu. Amen. Mig langar að lesa fyrir ykkur í ritningarvers, en ég talaði Biblíufélagið aðeins síðast, í síðasta bænastund. En Biblíufélagið hefur verið að vinna því að auðvelda okkur aðganginn að bókinni góðu með því að komin yfir á hljóðbók og í snjalltækin okkar. Nú Íslenska Biblíufélagið að vinna því að koma Gamla testamentinu í hljóðbók og páskana þá var söfnun í gangi til að klára jallana fjármögnun á lestri Davíðssálmanna. Og enn hægt að styrkja söfnunina
og allar upplýsingar að finna á heimasíðu Biblíufélagsins biblian.is. En ég ætla að lesa fyrst fyrir ykkur kaflan miskunnsama samveran. Enda var ég að fjalla hann hér áðan. En hann að finna í Lúkasar Guðspjalli 10. kafla. Lögvitringur nokkur stéð fram, vildi freista Jesú og mælti: Meistari, hvað á ég að gera til þess að öðlast eilíft líf? Jesús sagði við hann: Hvað er ritað í lögmálinu? Hvernig lest þú? Hann svaraði: Elska skaltu Drottinn Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þínu, öllu mætti þínum og öllu huga þínum og náunga þinn eins og sjálfan þig. Jesús sagði við hann: Þú svaraði rétt. Gerð þú þetta og þú munt lifa. En lögvitringurinn vildi réttlæta sjálfan sig og sagði við Jesú: Hver er þá náungi minn? Því svaraði Jesús svo: Maður nokkur fór frá Jerúsalem ofan til Jerikó og féll í hendur ræningum. Þeir flettu hann klæðum og börðu hann og hurfu síðan á brott og létu hann eftir dauðvona. Svo vildi til að prestur nokkur fór ofan sama veg og sá manninn en sveigði framhjá. Eins kom og Levíti þar að, sá hann og sveigði framhjá. En samverji nokkur var á ferð, kom að honum og hann sá hann, kenndi hann í brjóstum hann, gekk til hans, batt sár hans og hellti í þau viðsmjöri og víni. Svo setti hann á sinn eigin eik, flutti hann til gistihús og lét sér annt hann. Daginn eftir tók hann svo upp 2 denara, fékk gestgjafanum og mælti: Lát þér annt hann og það sem þú kostar meira til skal ég borga þér þegar ég kem aftur. Hver þessara 3 sýnist þér að hafa reynst náungi þeim manni sem féll í hendur ræningum? Hann velti, sá sem miskunnarverkið gerði á honum. Jesús sagði þá við hann: Far þú og ger hið sama. Amen. Og næst ætla ég að lesa úr spádómsbók Jesaja kafla 41. Óttast eigi, því að ég með þér. Vertu ekki hræddur, því að ég þinn Guð. Ég styrki þig, ég hjálpa þér. Ég styð þig með sigrandi hendi minni. Því að ég, Drottinn Guð þinn, ég held í hægri hönd þína og segi við þig: Óttast eigi, ég bjarga þér. Amen. Og að lokum ætla ég að lesa eitt ritningarvers úr Matteusar Guðspjalli 11. kafla. Og það hljómar svona: Komið til mín, öll þér sem erfiðið og þunga eru hlaðin, og ég mun veita yður hvíld. Amen. Og ég ætla að fara hér með nokkrar bænir og við skulum taka höndum saman. Segjum: Guð allrar huggunar, við biðjum fyrir sjúkum og sorgmæddum, öllum sem skortir heilsu og styrk og þeim sem áhyggjur þjaka. Við biðjum sérstaklega fyrir þeim sem veikst hafa af völdum COVID-19 veirunnar. Vertu með þeim öllum. Hjálpaðu og líknaðu þeim sem þjást og syrgja. Styrktu þau í trúnni og vektu hjá þeim von og traust. Við biðjum fyrir heilbrigðisstarfsfólki og öllum sem búa við mikið álag þessar mundir.
við að fyrirbyggja vá og vakta stöðuna almenningi til heilla. Vertu með þeim öllum og hjálpaðu þeim og okkur að takast á við þessa vá af yfirvegun og skynsemi. Minnug þess að í samfélagi okkar eru aldraðir ástvinir og fólk með undirliggjandi sjúkdóma sem okkur ber að vernda með því að sýna ábyrgð. Gerðu okkur styrk til að láta óttann ekki ná tökum á okkur. Minnug þess að meðal okkar eru ungar og viðkvæmar sálir sem óttinn getur líka leikið grátt. Biðjum þess góði Guð að þegar allt þetta er yfirstaðið höfum við lært að vera þakklát fyrir eitt og annað sem okkur hættir til að ganga að sem vísu, svo sem innilegum samskiptum við vini og vandamenn, mannfagnaði og samfélagi við aðra, ferðafrelsi og óttaleysi. Hjálpaðu okkur að muna að ekkert af þessu er sjálfsagt, að þetta eru lífsgæði sem okkur ber að vera þakklát fyrir. Miskunnsami Guð, við biðjum þig að gera okkur ævinlega minnug þess, þegar þetta allt er yfirstaðið, að þau sem björguðu okkur voru heilbrigðis starfsfólk, ræstitæknar og önnunnar stéttir. Við þökkum þeim fyrir dugnað og elju þeirra og biðjum þig að vaka yfir þeim og blessa störf þeirra. Opnaðu augu okkar, góði Guð, fyrir því hver það eru meðal okkar sem gegna raunverulegum ábyrgðarstörfum í almannaþágu. Við þökkum þér, Guð almáttugur, að við getum komið fram fyrir þig og lotið höfði í bæn fullviss þess að þú heyrir bænir okkar. Ekkert er þér hulið. Þú þekkir hugrenningar okkar álengdar og veist hvað okkur býr í brjósti á hverri stundu betur en við sjálf erum fær að færa í orð. Amen. Mér langar að fara með bæn sem ég hef farið með áður og er kölluð heimsfaraldurs bæn og er hún þýdd af ensku yfir á íslensku og var það gert núna bara í byrjun þessa tímabils, þetta veiru tímabils sem við erum að ganga í gegnum. Mættum við sem verðum fyrir minni háttar óþægindum vegna veirunar minnast þeirra sem eru í lífshættu. Mættum við sem höfum engan undirliggjandi vanda minnast þeirra viðkvæmustu. Mættum við sem búum við þau þægindi að geta sinnt vinnu okkar heima minnast þeirra sem þurfa að velja á milli þess að halda heilsu eða eiga fyrir leigunni. Mættum við hafa nægan sveigjanleika til að annast börnin okkar þegar skólastarf er takmarkað og minnast þeirra sem að hafa ekkert val. Mættum við sem þurfum að hætta við ferðalagið okkar minnast þeirra sem eiga engan áfangastað. Mættum við sem verðum af hagnaði í umróti þessarar veiru minnast þeirra sem alls engan hagnað hafa. Mættum við sem komum okkur notalega fyrir í sóttkví heima minnast þeirra sem eiga í engin hús að vernda. Þegar óttinn grípur sig skulum við velja kærleikann. Á meðan við getum ekki vafið hvert annað örmum bókstaflega skulum við finna leiðir til að vera kærleiksríkt faðmlag Guðs til náunga okkar. Amen. Og þarna finnst mér koma mjög sterkt fram í lok þessara bænar, þetta eins og með miskunnsama samveran sem við talaðum hér áðan,
að við eigum að vera kærleiksríkt faðmlag Guðs til náunga okkar. Þessi náunga kærleikur, hann er svo mikilvægur á þessari stundu. En að lokum langar mig að fara hér með bæn áður en við förum öll saman með Faðirvorið. Ástríki Guð, þú þekkir líf okkar allra og umhverfi, fjölskyldu, störf, áhugamál og framtíðarplön. Það sem meira er, þú veist hvernig okkur líður og af hverju okkur líður eins og okkur líður. Þú þekkir gleði okkar og tilhlökkunarefni, þú þekkir væntingar okkar og sjálfstraust, drauman okkar, en þú þekkir líka óttan okkar, áhyggjurnar, efan, kvíðan, depurðina, sorgina, reiðina, sektarkenndina, skömmina, gremjuna, öfundsýkina, afbrýðisemina, já og óöryggið. Þú lest okkur eins og opna bók og þekkir okkar dýpstu hugsanir, almáttigi Faðir, og samt, þrátt fyrir allt og allt, þá elskar okkur og gengur með okkur. Þrátt fyrir allt, já þá gafstu okkur son þinn svo við mættum lifa. Hjálpað okkur Guð að horfast í augu við þessa undursamlegu staðreynd að þú ætlar aldrei að yfirgefa okkur og jafnvel þótt við missum trúna á þig, hættið þú aldrei að trúa á okkur. Amen. Þakka þessa stund og við skulum fela allar bænir okkar í bæninni sem þú kendur okkur og við skulum fara alls saman með Faðirvorið. Segjum saman: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin af eilífu. Amen. Já, Kristur, lát kirkju þína hringja helgi og frið inn í hjarta mitt. Nú ég þakka öllum þeir sem hafa fylgst með og ég ætla að enda á orðum Páls postula sem mér finnst eiga vel við á þessari stundu og við ættum að hafa á vörum okkar á hverjum morgni. Og þetta ritningavers er að finna í Rómarabréfinu. Verið glöð í voninni, þolinmóð í þjáningunni, staðföst í bæninni. Megi Guð vera með okkur í dag og alla daga.